Myndbandi styrkja, Eiðfaxi, tímarit hestamanna allan heim. Hestaíþróttasamband Íslands. Hestamaðurinn, sérverslun með hestavörur í 15 ár. Flugleiðir, því að tíminn peningar. Heimsmeistaramót íslenskra hesta í hestaíþróttum var haldið í Seljord á Þelamörk í Noregi dagana 4. til 10. ágúst 1997. Mótsvæðið í þröngum dal milli hárra fjalla þar sem náttúrufegurð mikil. Svæðið allt nýuppgert og það glæsilegasta til mótahalds fyrir íslenska hesta í Noregi. Þarna blasir það við rúmgott fyrir keppendur og aðra mótsgesti. Og að venju voru hestarnir frá Íslandi aðskildir frá öðrum hestum á þessum bóndabæ, skammt frá mótsvæðinu á ótta við smitsjúkdóma sem ekki þekkjast hér á Íslandi. Íslensku keppendurnir höfðu á orði að aðstæður hefðu aldrei verið betri en nú. Fyrir keppnin eru hrossin skoðuð af dýralækni og farið við játningar og fleira sem þarf að vera í lagi. Keppendur annarra þjóða voru allir saman á mótsvæðinu sjálfu. Þar voru aðstæður einnig afar góðar, bæði fyrir menn og hross. Og sum hrossin fengu konunglega meðferð hjá starfsmönnum knapana. Jamen, ser ham? Já, hestarnir fá meira að segja nudd. Knaparnir bjuggu flestir í tjaldbúðum við hesthúsin. Folk glad, de inspirerte og har lyst til å gjøre dette virkelig bra, slik at vi får et meget godt mesterskap og får noen flotte finaler når vi kommer fram til søndagen. Vonandi gengur þetta allt vel og ég hlakka til að sjá spennandi keppni þegar kemur að A-úrslitunum á sunnudaginn, sagði Ólaf Larsen. Mótið hófst með kynbótasýningu. Til kynbótadóms mættu aðeins 23 hross, miklu færri en búist hafði verið við. Hér glaður frá Hólabæki í byggingadómi. Í yfirlitssýningu kynbótarhrossa sjáum við fyrst Tótu frá Akurgerði, setna af Gísla Gíslasyni fyrir Ísland, efst í flokki 5 metra hreistna. Hún hlaut 8,15 í aðaleinkunn. The total of confirmation for the horse representing Iceland is 8.05 for confirmation. Krabla frá Trónen, Danmörku, knapi Dorte Rasmussen. Krabla varð önnur í flokki 5 metra mera, hlaut samtals 8,03 í aðaleinkunn. Tóta frá Akurgerði. Hér Rimma frá Schloss Nubron, Þýskalandi, efst í flokki 6 metra mera. Knapi Thomas Haag. Rimma fekk 8,07 í aðaleinkunn. Hér í brautinni Viðja frá Síðu, sem varð önnur í hópi 6 metra mera og jafnframt eina kynbótarhrossi frá Íslandi sem ekki hlaut gullverðlaun. Dína frá Östigard, Noregi, knapi Guðfinnur Einarsson. Hún var í 3. sæti í flokki 6 metra mera. Viðja frá Síðu. Thomas Haag á Rimmu frá Schloss Nubron. Irja frá Sonnenhof, Þýskalandi, setin af Söru Kolmægir. Irja hlaut 7,55 í aðaleinkunn. Skessa frá Hollandi, setin af Mirju Pliske. Hún var í 4. sæti í flokki 7 metra hreistna og eldri, hlaut í aðaleinkunn 7,23. Inga frá Frøvik, Noregi, næst efst í flokki 7 metra hreistna og eldri. Hana setur Aðalsteinn Aðalsteinsson. Hún hlaut í aðaleinkunn 7,65. Eftir í flokki 7 metra hreistna og eldri var Kolfinna frá Egilsstöðum, Íslandi. Hún fekk samtals 7,92 í aðaleinkunn. Knapi Styrmir Árnason.
Inga frá Frövík, of 7.73. Kolfinna og Styrmir. Þá komið að stóðhestum. Þetta Óðinn frá Barkhof, Þýskalandi, Nabi Jón Steinbjörnsson. Óðinn hlaut samtals 7.86 í aðalengun og var í 3. sæti yfir 5 metra stóðhesta. Stebbi frá Ertebjerg, Danmörku. Hann varð í öðru sæti yfir 5 metra stóðhesta með samtals 7.93 í aðalengun. Knapi Rasmus Möller Jensen. Efstur í flokki 5 metra stóðhesta var Fengur frá Íbishóli sem kemur hér brautinni með 8.13 fyrir byggingu og 8.32 fyrir hæfileika. Í aðalengun hlaut hann 8.23. Knapi Jóhann R. Skúlason. Jóhann sýndi Kimbudorhors fyrir Ísland en keppti fyrir Danmörk á mótinu sjálfur. Þarna rennur hann skeiðið Fengur frá Íbishóli sem var hæst dæmda Kimbudorhors mótsins. Tveir efstu stóðhestarnir í flokki 6 metra stóðhesta voru Blívar frá Birkelund, Þýskalandi og Glaður frá Hólabæki, Íslandi. Þetta Blívar, Knapi Birgir Gunnarsson. Blívar hlaut aðalengun 7.94. Hér kemur Glaður frá Hólabæki, Íslandi, Knapi Sigurður Mattíasson. Glaður hlaut samtals 8.21 í aðalengun. First leaving the track here is representing Germany, and the second position of the stallions of 6 years, Liva von Kirchenloch. And the last one to leave the track is representing Iceland, the winner of the group of the 6-year-old stallions, Glaður frá Hólabak. And for tilt, 7.0. Þetta Feikir frá Sötofti, Danmörku, Nabi Þórður Jónsson. Feikir var næst efstur stóðhesta í þessum flokki með 8.06 í aðalengun. Character 8.0, form 8.0 and total rideability figure of 8.09. Points overall for Feikir fra Søtofte 8.06. This brings him in a second position in the group of 8.0. Breki frá Eyrarbakka, Íslandi, efstur í flokki 7 metra stóðhesta og eldri. Hann hlaut samtals 8.09 í aðalengun. Íslendingar hirtu því öll gullin í dómum stóðhesta og 2 gullverðlaun og 1 silfurverðlaun í kynbótadómum hristna. Í heild má segja að gæði hrossanna ekki nema svona rétt þokkaleg. Framkvæmdin hins vegar og skipulagið er til fyrirmyndar og það langbesta sem við höfum nokkuð tíðan haft á slíku móti. The father is Bafle frá Fakranesi. The father's father is Því miður þá hafa menn verið að nota mismunandi kerfi í hinum ýmsu löndum og þess vegna ekki kannski nema eðlilegt að mikið geti borið á milli þeirrar niðurstöðu sem þið koma með heimanna frá sér og svo það sem uppskera hér. Correctness 7.5. And for the start today. 9.0, character 7.5 and form 8.5. Það verður nú að segja bara eins og að mikið af þessum hrossum sem eru hérna, þau standa ekkert undir hærri tölum og ég veit ekki hvort það hefði átt að fara í eitthvað veisluhöld núna og gefa þeim hærri dóma bara því það er heimsmeistaramótin. 5, Harmony 8.0, Legs 7.0. The mother of Livan is Lika, the mother's father, and the rider is 7.5. Total rideability 7.47 and points overall. Correctness 7.5 and hooves 7.0. Mannlíf á mótinu var gott og mikil og góð stemming meðal keppenda, gesta og starfsmanna. Góður tími gafst milli einstakra keppnisgreina og notuðu ungir sem aldnir tækifæri til innkaupa í líflegri verslunargötunni þar sem allir gátu fundið eitthvað við sitt hæfi, keypt minjagripi og hestavörur, farið í leiki og notið veitinga.
Eins og aðrir tóku bresku keppendurnir lífinu létt og voru bjartsýnir. Always look on the bright side of life. Veðurguðirnir lékuðu hvert sinn fingur alla dagana og voru ósparir á mikinn hita. En nú hófst keppnin sjálf með gæðingaskeiði og þar skipti stíllinn ekki síður máli en tíminn. 4 þjóðir skiptu með sér fyrstu 5 sætunum. Hér fyrst í brautinni þjóðverinn Lothar Schentzel á Gami frá Krithóli og hafnaði í 5. sæti. Þetta Heiðar Hafdal Gunnarsson fyrir Hollendinga á skeiðsnillingnum Steingrími frá Glæsibæ og lenti hann í 4. sæti. Hér þjóðverinn Karli Singsheim á gæðingnum Feiki frá Ringside og hann hafnaði í 3. sæti. Hér komin í brautina Aðalsteinn Aðalsteinsson á Dalvari frá Hrappstöðum sem vann A-flokk gæðing á landsmótinu á Hellu 1994. Hann komst hvergi í úrslit í annarri keppni á þessu móti nema hér í gæðingaskeiðinu þar sem hann hlaut silfrið annað sæti. Hér kemur svo sigurvegarinn í gæðingaskeiðinu, margreindur skeiðmeistarinn Sigurbjörn Barðarsson á Gordon frá Stóru Ásgeirsá og var þetta í 3. sinn í röð sem Sigurbjörn sigrar í gæðingaskeiðinu á heimsmeistaramóti. Þetta var markmið sem maður setti við að reyna að ná, en þetta langsótt markmið, tilfinningin rosaleg. Öll landsliðin endur til veislu í upphafi móts þar sem þau kynntu ýmsa smárétti. Sauerkraut, kjöt og kartöflur. Og þetta það hvítvín. Íslenska liðið gaf gestum íslenskt brennivín að smakka á. Þjóðurnar skemmtu sér konunglega saman þótt framundan biðu hörð keppni. Danirnir klikkuðu ekki á húmornum. Íslensku keppendurnir fengu ekki að drekka neina áfenga drykki á meðan mótinu stóð og vakti það mikla athygli. Þeir drukku því annað í staðinn. Þetta enskur epladjús, sérstaklega vítamínbættur og góður fyrir skeið. Í þýsku búðunum leyfilegt að drekka bjór. Já, þetta eitur. Þetta hákarlarnir minn. Já, það sko ekkert eitur. En nú var komið að alvörunni og keppni að hefjast. Vignir Siggeirsson á þyrli frá Vatnsleysu var fyrstur í brautina í forkeppni í fjórgangi. Þarna skiptir Vignir úr tölti yfir í brokk. Í fjórgangi keppt á hægu tölti, brokki, stökki, beti og yfirferðartölti. Jóhann R. Skúlason á penna frá Syðstugrund keppir fyrir Dani. Þetta norðmaðurinn Unn Króken á Hruna frá Snartarstöðum.
Hér er kominn Sveinn Hauksson fyrir Svía á Hrímni frá Ödermarden. Hér sjáum við Höskuld Jónsson fyrir Íslendinga á þyt frá Krossum. Styrmir Árnason á boða frá Gerðum. Þarna sýnir boði hægt tölt eins og það getur nánast best orðið. Irene Reper fyrir Þjóðverja á kappa frá Álftagerði. Kappi keppti á heimsmeistaramótinu í Sviss 1995 fyrir Íslendinga og er einnig Þýskalandsmeistari í fjórgangi. Irene og Kappi voru efst eftir forkeppnina. Nú var komið að forkeppni í fimmgangi. Keppnin var hörkuspennandi og í 10. sæti eða síðasturinn í B-úrslit var norðmaðurinn Björn Roar Larsen á stelpu frá Brekkum. Takk til Björn Roar og Stelpa. Sigurbjörn Barðarsson og Gordon frá Stóru Ásgeirsá unnu sér rétt til þátttöku í úrslitum í fimmgangi fyrir Íslendinga. Í fimmgangi er keppt á tölti, brokki, stökki, feti og skeiði. Takk til Sigurbjörn Barðarsson. Nú er kominn inn á hringvöllinn Gylfi Garðarsson fyrir norðmenn
á vals frá Gerðum. Denmark is requested to enter the collecting ring. Þetta Dorte Rasmussen fyrir Dani á Gnesta frá Busbjerg. Hún tryggði sér þátttöku í A-úrslitum. Sigurður Matthíasson var heimsmeistari í fimmgangi í Sviss 1995. Hann mættur hér á Huginn frá Kjartanstöðum til að verja titil sinn og hafnaði í 4. sæti eftir forkeppnina. Hér var engu líkara en Sigurður hefði lokið keppni en átti fetið eftir og lauk keppni við mikil fagnaðarlæti áhorfenda. Atli Guðmundsson og Hróður frá Hofstöðum, þeir kepptu fyrir Ísland og náðu 3. sæti eftir forkeppni. Hér eru komnir Karli Singsheim og Feykir frá Ringside. Karli varð 7. í fimmgangi á heimsmeistaramótinu í Sviss árið 1995. Hann tryggði sér annað sætið eftir forkeppnina.
Mitwege von Windscheid für Deutschland. Bandaríkjamaðurinn Will Covert og Dynur frá Ytra Skörðugili komu öllum á óvart með því að vinna forkeppnina í fimmgangi. Bandaríkjamenn hafa aldrei náð jafn glæsilegum árangri áður í keppni á íslenskum hesti og Will á þessu móti með því að tryggja sér efsta sætið eftir forkeppnina í fimmgangi. En nú hafin keppni í 250 metra skeiði. Alls voru farnir 4 sprettir, 2 sitt hvern daginn og í þetta sinn réði tími árangur þeirra knappa sem náðu að leggja klára sína. Fyrst fer Samantha Leitersdorf fyrir Dani á Sókratesi eða Sputnik frá Hóli og hafnaði í 4. sæti og keppir hér við Sigurð Matthíasson á Huginn frá Kjartanstöðum. Sigurbjörn Bárðarsson og Gordon frá Stóru Ásgeirsá létu sitt ekki eftir liggja í þessu og höfnuðu þeir í 3. sæti á 22,4 sekúndum. Magnús Skúlason á Örvari frá Stykkishólmi náði 2. sæti á 22,3 sekúndum. Og þarna kemur Logi Laxdal á sigursprettinum á hesti sem ber nafn með rentu, Sprengikvell frá Efstadal, en þeir runnu skeiðið á 22 sekúndum sléttum en heimsmetið 21,4. Til að renna skeiðið örugglega fór Logi í reiðbuxurnar sem alltaf hafa dugað honum til sigurs. Buxurnar náttúrulega redda þessu. Ég keypti þær í Danmörku fyrir 2 árum. Það er svona notaðar svona hátíðarstundum. Landsliðsinnvaldurinn studdi við bakið á sínum manni og var í þykkum ullarnærfötum í rúmlega 30 stiga hita. Já, þær eru nú bara á þessari sóstinni. Hver verður að hafa sína tiltúrur? En nú var komið að setningarathöfn heimsmeistaramótsins. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, var heiðursgestur við opnununa og kom í fylgd sendiherra Íslands í Noregi. Velkommen til Seljord. Vigdís kom í hestvagni ásamt bæjarstjóranum í Seljord inn á völlinn og keppendur riðu í hóp í fánareið og norskir listamenn komu fram. 2 ára boðreið frá Sviss til Seljord lauk við setningarathöfnina. Heimsmeistaramót íslenskra hesta í hestaíþróttum haldið annað hvort ár. Rétt til þáttöku eiga 20 þjóðir en að þessu sinni tóku 17 þjóðir þátt í mótinu. Norska Íslandshestafélagið átti heiðurinn að allri skipulagningu og undirbúningi. Heimsmeistaramótið haldið á vegum FEIF
alþjóða samtaka eiganda íslenskra hesta sem ákvaða hvar mótið haldið hverju sinni. Yfir 300 sjálfboðaliðar unnu að skipulagningu og undirbúningi leikana og sáu alla framkvæmd og viðhald. Það náttúrulega alveg frábært veður og öll aðstaða hér náttúrulega alveg hreint toppur. Nú komið að forkeppni í tölti. Það taka margar þjóðir þátt í þessari keppni og fyrstur í brautina fulltrúi Færeyinga, Greg Harris Johansen á Birtu frá Sveinshóli. Og hér Katja Schilds fyrir Luxemburg á djöfli frá Ellenbach. Að þessu sinni komust Katja og Greg Harris ekki áfram í forkeppnina. Þetta gamalreyndur keppandi frá Þýskalandi, Bernd Witt á röður frá Ellenbach og var hann í 9. sæti eftir forkeppnina. Hér Páll Bragi Hólmarsson fyrir Íslendinga og Hrammur frá Þóreyjargnúpi en þeir komust í 7. til 8. sæti. Í tölti fyrst keppt á hægu tölti því næst tölti með hraðabreytingum upp á milliferð og að lokum á yfirferðatölti. Að þessu sinni voru 44 gráður til keppni í tölti. Hér kemur Sveinn Hauksson fyrir Svía á Hrímni frá Ödmorden og hafnaði hann í 7. til 8. sæti með Páli Braga. Martin Guldner fyrir Þjóðverja á hugarburði frá Guggenheim. Martin komst í 7. sæti eftir forkeppnina. Nú komin í brautina Irene Reber á kappa frá Álftagerði og keppir fyrir Þýskaland.
Hér er kominn Vignir Siggeirsson fyrir Íslendinga á þyrli frá Vatnsleysu og höfnuðu þeir í 4. sæti eftir forkeppnina. Hér sýnir hann ágætlega tölt með hraðabreytingu. Und die nächste Kombination, Start Nummer 105, Uschi Heller mit Sigi vom Schätzinger Hof, wird zum Abreitplatz gebeten. Hér er kominn Styrmir Árnason og Boði frá Gerðum, en þeir kepptu fyrir Íslands hönd. Reinhard Lloyd á Auði frá Fíflholti og keppi fyrir Austurríki. Hann var í 3. sæti eftir forkeppnina. Þess má geta að Auður er undan hinu fræga stóðhesti Orra frá Þúfu. Höskuldur Jónsson á Þyti frá Krossum fyrir Íslendinga. Hann hafnaði í 2. sæti eftir forkeppnina. Efstur eftir forkeppnina var Wolfgang Berg á bletti frá Aldenkúr fyrir Þjóðverja. Heimsmeistarinn í tölti frá Sviss 1995, Jolly Schrenk og Ófegur tóku ekki þátt í keppninni
þar sem ófeigur heltist illa skömmu fyrir keppni og mistu Þjóðverjar þar sterkan knapa á hest. Seljord á miðri Þelamörk og á sér langa og forvitnilega sögu. 5 til 7.000 ára gamlar minjar hafa fundist þar. Í dag Seljord miðstöð viðskipta, landbúnaðar og skógarhöggs, auk þess sem félagsleg þjónusta víðtæk. Íslenski hesturinn ekki bara keppnishestur, heldur fyrst og fremst frístunda reiðhestur fyrir allan almenning sem hefur náð gífurlegri útbreiðslu víða lönd. Þetta sannaðist áþreifanlega á mótinu þegar nokkrir hestamenn komu ríðandi inn á svæðið eftir langa för landið og færðu mótsöldur gjafir. Vi starta i Nord-Østerdal, i nærmere bestemt Tynset, den 12. juli, og har ridd over Gudbrandsdalen, over Hallingdalen, over Hardangervidda og ned til Seljord. En etappe på 750 kilometer. Við byrjuðum í Norðausturdal 12. júli, fórum Guðbrandsdalinn, Hallingdal, Harðangursheiði og til Seljord 750 km leið. Hér að hefjast keppni í B-úrslitum í slagtaumatölti. Walter Feldmann á vali frá Njálsstöðum. Karli Singsheim á feiki frá Ringside. Ylva Hakander á mekki frá Varmalæk. Heiðar Hafdal Gunnarsson á Stengrimi frá Glæsibæ. Walk your horse, with the door opereren som schritt. And at the moment we have the Swedish rider Ylva Hakander in the lead. Så langt det Ylva Hakander med Møkken som ligger på førsteplassen. Keppni í slagtaumatölti felst meðal annars í því að ríða hesti á tölti við slakan taum. Ylva Hakander og Karli Singsheim. Ylva Hakander sem kom síðust inn í B-úrslitin sigraði mótherja sína glæsilega og ávann sér rétt til keppni í A-úrslitum. Oft gafst góður tími milli atriða fyrir áhorfendur að standa upp og teygja úr sér, njóta veðurblíðunnar og kaupa veitingar. Tímasetningar á nær öllum greinum stóðust fullkomlega og dróst mótahald því aldrei úr hömlu. En nú komið að B-úrslitum í fjórgangi. Hér fyrst Mikaela Saxi á Kolbrúnu frá Brjánslæk, en hún keppir fyrir Danmörku.
Monique Cox á Blöndu frá Aldengur keppir fyrir Holland. Jóhann R. Skúlason á Penna frá Syðstugrund keppir fyrir Danmörku. Vignir Siggeirsson á þyrli frá Vatnsleysu fyrir Ísland. Það voru einungis 4 keppendur í B-úrslitum, þar sem 6 keppendur höfðu áunnið sér rétt til keppni í A-úrslitum. Í úrslitakeppni er riðinn 2,5 hringur á hverri gangtegund. Fyrst er riðið á hægu tölti. And we've seen 2.5 rounds of working tempo tilt. Please walk your horse. And judges, we would like to see your mark. Hér eru keppendur komnir á brokk. And in case you're wondering why we see 4 riders and not 5, the reason is that we have already 6 combinations in the A finals, so there are only 4 places left in the B finals. But the winner of this final still is allowed to start in the A finals. Og med ser så det bare 4 ekvipasjer på banen, og det skyldes at vi har 6 plasser Og þá er komið að fettgangi og síðan stökki. Kort etter det kommer Sigurd Ersson. $7.5. Thank you, judges. 7,5. Að lokum er keppt á yfirferðartölti. Já, þetta eru glæsilegir hestar og spennandi keppni. And riders, please walk your horse again. We have seen 2.5 rounds of the extended tempo tilt. Thank you very much. Takk til rytterne på denne finåtvisningen på Per Korsbergs bane. Sigurvegarinn í B-úrslitum varð Vignir Siggeirsson á þyrli frá Vatnsleysu sem hafði komið inn síðastur í B-úrslitin. A-úrslitin bíða Vignis því á lokadeginum.
participants of the gate will be following the people route to have the grid from it. Nú komið að B-úrslitum í 5 gangi. Sigurbjörn Bárðarsson og Gordon frá Stóru Ásgeirsá eru komnir hér í brautina. Þeir höfnuðu 9. sæti eftir B-úrslitin, lækkuðu sig 1 sæti eftir forkeppni. Gylfi Garðarsson og Vals frá Gerðum var í 7. til 7. sæti eftir forkeppnina og hafnaði í 8. sæti eftir úrslitakeppnina. Hákon Pétursson og Draupni frá Sauðárkróki kepptu fyrir Ítalíu. Hákon var 9. eftir forkeppnina en 10. eftir B-úrslit. Björn Rór Larsen var stjarna Norðmanna á þessu móti. Hann á stelpu frá Brekku. Hann var síðasturinn í B-úrslitin en hafði góðri keppni í úrslitum. Fyrir aftan Sigurbjörn Els van der Tas á Hilmi frá Skjóðu. Hún keppi fyrir Holland. Hún varð í 7. til 7. sæti eftir forkeppnina og hélt hlut sínum í úrslitakeppninni, hafnaði í 7. sæti. And riders, please walk your horse. We've seen 2.5 rounds of working to medium tempo told. Og tak til rytterne for denne første opgavedel, som var arbejde til middel. Please walk your horse. 7, 7.5, 7, 6.5. Hákon Pétursson, Gylfi Garðarsson á Vals frá Gerðum, And riders, please walk your horse again. We have seen 2.5 rounds of working to medium tempo trot. Og tak. Í 5-gangsúrslitum ríða knapar 2,5 hring á hverri gangtegund, tölti, brokki, feti og stökki, en fara síðan 3 skeiðsbretti hver, en við sýnum hér 2. And riders, please walk your horse again. We've seen 2.5 rounds of canter. Og tak til rytterne for arbejde til lille tempo galop. Og hér komið að skeiðinu. Björn Rór Larsen fer fyrsta sprettinn. Next combination to start, Hákon Pétursson. Næstur Hákon Pétursson. Það fer ekki alltaf allt sem skildi í svona keppni. Sigurbjörn Bárðarsson og Gordon. Starting number 78, Els van der Tas with Hilmir. Og þá það Els van der Tas. Starting number 107. Og Gylfi Garðarsson. And now we will see the second long start for Björn Rór Larsen with Stelpa. Og nú fara keppendurnir annan sprett. To be followed by Hákon Pétursson with Draupni. And now we see Sigurbjörn Bárðarsson with Gordon.
combination Els van der Plas with Hilmeer. And Gilde Gardarsson with Val. And now we will see the third and last long side for. En kæmpe tak til rytterne for denne præstation, den flyvende pas. Rytterne må nu redde ud af banen. Sigurvegari í B-úrslitum varð Norðmaðurinn Björn Roar Larsen og stelpu frá Brekkum og voru Norðmenn að vonum ánægðir með sinn mann. Björn Roar hefur því unnið sér rétt til þátttöku í A-úrslitum. Hun fungerte 100%, synes jeg. Hun var veldig villig og ville gjerne gjøre det bra, liksom. Hun tente skikkelig på uansett hva jeg gjorde. Så dette er det morsomste jeg har vært med på. Det er helt utrolig. Hún virkaði 100% viljug og vildi gera vel, tók vel við sér sama hvað ég gerði. Þetta er það skemmtilegasta sem ég hef tekið þátt í. Ótrúlegt. Islandshesten er en vikinghest. Íslenski hesturinn er vikingahestur. Þá er komið að B-úrslitum í tölti. Sveinn Hauksson keppi fyrir Svía á Hrímni frá Ödmarden. Bernd Witt á Röðli frá Ellenbach keppi fyrir Þýskaland. Páll Bragi Hólmarsson á Hrammi frá Þóreyjanúpi keppi fyrir Ísland. Martin Guldner á Hugarburði frá Guggenheim fyrir Þýskaland. I øjeblikket fører Bernd Witt konkurrencen. That's the highest marks for the person. Og hér er Irene Reber á kappa frá Álftargerði. Hún keppir fyrir Þýskaland. Piet had to leave the leading position to Paul Thomasson, but he's still number 7. Hestur núna er Páll Bragi Hólmarsson. Það er allt lagt undir á yfirferðartöltinu, enda mjótt á mununum. Þarna eru Páll Bragi á Hrammi og Martin Guldner á Hugarburði í harðri keppni. Sigurvegari í B-úrslitum varð Páll Bragi Hólmarsson og tryggði hann sér sæti í A-úrslitum. Fra Island,
Haut Bragi Holmarsson i denne tøltklasse. I'm very happy and I have to ride again tomorrow. Ég mjög hamingjusamur og ég þarf að keppa aftur á morgun. On position number 10, also Germany, Irene Reber with captain. Nú komið að fimikeppni. Í 5. sæti í þessari keppni varð Fie Pugh fyrir Breta á tenor frá Akureyri. Þetta var eina greinin sem Bretar komust í 1 af 5 efstu sætunum. Satu Pól keppti fyrir Finna á eitli frá Hnausum. Hún hafnaði í 4. sæti. Odette Nissen fyrir Holland á laxa frá Aldencour varð í 3. sæti. Birgitte Karmus fyrir Austurríki á Njáli frá Hausrúkhoff varð í 2. sæti. Sigurvegarinn í fimikeppninni varð hinn margreynda keppniskona Doris Kaisenbauer frá Austurríki á koppari frá Hrepphólum. Það er því óhætt að segja að Austurríkismenn hafi komið séð og sigrað í þessari grein. Mótsgestir af yngstu kynslóðinni höfðu góða aðstöðu fyrir sig á meðan foreldrarnir fylgdust með keppninni. Já, það var hugsað fyrir öllu. Forkeppni og B-úrslitum var lokið og komið á hápunktinum loka keppninni A-úrslitum í hverri grein. Fær hvergi betri auglýsingu fyrir Ísland heldur en íslenska hestin. Hérna, skoðið svo með skeiðhöndina. En hvernig líður íslenska liðsstjóranum? Þeir segja ég bíði bara núna með eftirvæntingu eftir að fá að sjá þá lagða. Alltaf 9.000 manns eru komin inn á svæðið til að fylgjast með. Þarna er Carly Singsheim fyrir Þjóðverja á feiki frá Ringside. Sigurvegarinn í B-úrslitum, norðmaðurinn Björn Roar Larsen á stelpu frá Brekku. Hér er Atli Guðmundsson á hróð frá Hofstöðum, kominn í A-úrslit í 3. sæti. Sigurður Matthíasson mættur með Huginn frá Kjartanstöðum til að verja heimsmeistaratitil sinn í 5 gangi. Sigurður var 4. inn í A-úrslit. Þarna kemur Dorte Rasmussen á Gneista frá Busbjerg, keppi fyrir Danmörku. Hún var 5. inn í A-úrslit. Og hér kemur loks bandaríkjamaðurinn Will Covert á Dyn frá Ytra Skörðugili sem komst lengra í keppni á íslenskum hesti en nokkur bandaríkjamaður fram til þessa með sigri í forkeppninni. Atli og Hróður. Karli og Feykir. Orti og Gneisti. Björn Roar Larsen á stelpu. Sigurður og Huginn, Feti. Þarna er Will Covert og Dynur komnir á stökki. Carly Singsheim.
Og nú komið að skeiðinu. Norðmaðurinn Björn Rór Larsen og stelpa frá Brekkum renna fyrsta sprettin af 3 en sýndir verða 2 eins og áður. And the next combination will be number 31. Dorte Rasmussen og Gneisti. Og þarna kemur heimsmeistarinn frá Sviss, Sigurður Matthíasson og Huginn. Þeir urðu fyrir óheppi í skeiðinu eins og síðar kom í ljós. Þá það Atli Guðmundsson og Hróður. Þeir renna hér skeiðið örugglega. Og ekki skeiðið síður glæsilegt hjá Karli og Feiki. And the next one to... Þá það Will Covert og Dynur. Will hefur verið á Íslandi nokkurt skeið og hestinn keypti hann þar. And now we will see the second long side for Björn Rór Larsen. Og hér kemur seinni sprettur allra keppendana. Það ríkti grafarþögn á áhorfendabekkjum meðan keppni í skeiði fór fram. Því áhorfendur voru beðnir að láta ekki á sér kræla fyrir að keppni lokinni til að trufla ekki knapa og hesta. Khalid Singsheim with Feiki. And Will Covert with Dynur. Síst. Þetta síðasti spretturinn í þessari keppni og spurningin hver var niðurstaðan? Þrátt fyrir að vera bara á 3 skeifum þá sennilega hefur hann náð því að fá annað sætið í sinn hlut núna. Og þarna fíkur hólfiminn burt en skeifan var farin áður undan en Sigurður náði öðru sætinu. Sigurvegarinn var Þjóðverjinn Karli Singsheim og Feiki frá Ringside. Við eigum náttúrulega að hafa sóma til að sjá þegar sá besti vinnur að þá eigum samfagna honum. Það alveg á hreinu. Og það verður eins í allan dag að meðan þessi úrslit og það sá sem bestur í dag, sá sem í formi, sá sem á daginn, hann vinnur og megi hann vinna. It's done by Marit Jonsson. She is an honorary member. Super, danke an alle Fans hier. Já, Sigurvegarinn þakkar áhorfendum en eins og áður sagði var Sigurður Matthíasson fyrrverandi heimsmeistari í öðru sæti og í 3. sæti Björn Rór Larsen, Noregi. Og þeir fara heiðursring. Ég hérna bara mjög ánægður með minn árangur og ég segi svo sem ekkert eftir honum til hans. Ég var hann seinast, hann var með núna, vitum ekki hvað gerir hans næst. Yeah, I am very happy now. And thank you for the very good friends and judges and German fans. Thank you. Karli ánægður og þakklátur stuðningsmönnum, vinum und áhorfendum. Oh, es ist langweilig, das zu sagen, aber ich bin ganz, ganz glücklich. Es ist so toll für Karli. Er hat das Pferd so lange geritten und hat so oft Deutschen Meister geschafft und jetzt hat er auch Weltmeister geschafft. Marlies liðstjóri mjög ánægð og hamingjusöm með árangur Karlis, sérstaklega eftir ófarirnar í Sviss í hittið fyrra. Það komið að úrslitum í fjórgangi. Knaparnir tilbúnir,
Efst í forkeppni var Irene Reper. And I hope I can start soon. Já, hún vill fá að byrja sem fyrst. Og keppnin hefst og fyrstan sjáum við Styrmi Árnason á Boða frá Gerðum. Styrmir varð annar inn í úrslit eftir forkeppnina. Fast á hæla hans kemur norðmaðurinn Unn Króken, Íslendingum að góðu kunn á Hruna frá Snartarstöðum. Martin Guldner á Hugarburði frá Guggenheim. Og hér kemur Höskuldur Jónsson á Þyti frá Krossum. Hann var í 3. til 4. sæti eftir forkeppnina. Styrmir og Boði frá Gerðum. Irene Reper á Kappa frá Álftagerði. Þarna kemur Sveinn Hauksson á Hrímni frá Ödmarden og keppir fyrir Svía. Hann var í 5. til 7. sæti í úrslitum. Vignir Siggersson á Þyrli frá Vatnsleysu og fast á hæla hans er Höskuldur. En auk þeirra tveggja var Styrmir 3. Íslendingurinn í úrslitakeppninni í fjórgangi. Riðin er 2,5 hringur á hverri gangtegund, þannig að álagið á hestana er mikið í þessari hörðu keppni og mikla hita. And well, thank you very much. We've seen 2.5 rounds of the working to medium tempo trot. Please walk your horse. Please do it. Og tak til Rudolf Bjerne og det arbejde til medium tempo trot. Han er núna eftir. Hingað til. Styrmir og Boði. Þótt hæga töltið sé aðalsmerki Boða er hann jafnvígur á allan gang og sýningin öll sem gildir. Right, thank you. You may walk your horse. We've seen 2.5 rounds of working to medium tempo center. En nú er komið að yfirferðartöltinu og allt lagt í sölurnar og keppnin minnir meira á kappriðar en íþróttakeppni. Þarna kemur best í ljós eðlisgangur íslenska hestsins sem gerir hann nær einstakan meðal hrossa annarra þjóða. Styrmir og Boði. Unn og Hrunni. Irill og Vignir á mikilli sveiflu. Rými hestana er mismunandi mikið og þeir ná ekki allir sama hraða á töltinu. 5 dómarar bera saman tölur sínar og spennan er mikil meðan beðið er eftir úrslitunum. Dómnefndin fer yfir beislabúnað keppenda og þangað til úr því verður skorið hvort búnaðurinn sé löglegur er ekki vitað sigurvegarann. En yfirdómarinn tekur af öll tvímæli og allir fagna með sigurvegaranum, heimsmeistaranum í fjórgangi Styrmi Árnarssoni og Boða frá Gerðum. Takk. Er þetta alveg klárt? Já. Er það mikið? Leifðu honum að. Mér líður bara frábærlega vel. Ef þetta er satt, ég er nú ekki búinn að heyra það alveg fyllilega. Gott að komast úr 10. sæti og upp í þetta. Meiri áttar.
Og þarna kemur fyrsti íslenski heimsmeistarinn í fjórgangi, Styrmir Árnason og Boði frá Gerðum, og í öðru sæti Höskuldur Jónsson á Fit frá Krossum og í þriðja sæti var Sveinn Hauksson á Hrímni fyrir Svía. Íslenska liðið fagnaði sigri enn einu sinni. Samræmi í dómum hefur nú svona í gegnum allt saman verið mjög gott. Það hafa verið svona einstöku frávik sem er og koma alltaf upp, en í gegnum allt saman þá hefur þetta verið bara í mjög góðu standi. Og hér sjáum við dómarana sem komu frá mismunandi aðildarlöndum FEIF. Nú komið að A-úrslitum í slagtaumatölti. Eftir sætan sigur í B-úrslitum þar sem Ylva Hakander byrjaði í 10. sæti hún mætt hér í A-úrslit. Mikaela Aðalsteinsson keppir fyrir Austurríki á Goða frá Arnarstöðum. Ladína Sigurbjörnsson frá Sviss á Þorra frá Meðalfelli, hún hafnaði í 5. sæti. Els van der Tas keppti fyrir Holland á Hilmi frá Skjóðu og náði silfrinu, hafnaði í öðru sæti. Björn Roar Larsen fyrir Noreg og stelpu frá Brekkum, hafnaði í 4. sæti. Martin Heller fyrir Sviss á Svip frá Hvalsá var í 7. sæti í A-úrslitum. At the moment we have 2 combinations in the lead, and quite close behind them we have 2 other combinations. Ekipaget som ligger på første plass. And riders, please walk your horses again. Thank you very much for your excellent performance. Og hér sjáum við nýja heimsmeistarann í slagtaumatölti, Ylvu Hakander á Mekki frá Varmalæk. Svíar fagna ákaft. It's incredible. I never thought that I can go up from the 10s to gold. Ég hefði aldrei trúað því að komast upp úr 10. sæti og vinna gulli, en þetta ótrúlegur hestur. Heimsmeistarinn í slagtaumatölti, Ylva á Mekki frá Varmalæk, glæsilegt. Og þá komið að loka keppnisgreininni töltinu. Fyrstur í brautina Reinhardt á Auði frá Fíflholti en Auður undan Orra frá Þúfu. Austurríkismaðurinn var 3. inn í úrslit. Höskuldur Jónsson á Þiti frá Krossum, hann var 2. inn í úrslit. Styrmir Árnason og Boði frá Gerðum. Vignir Siggeirsson og Þyrill frá Vatnsleysu. Vignir var 4. inn í úrslit.
Höskuldur, Styrmir og Vignir kepptu allir fyrir Ísland. Hér kemur svo Wolfgang Berg fyrir Þjóðverja á bletti frá Altenhúr, en hann varð í efsta sæti eftir forkeppnina í tölti. Páll Bragi Hólmarsson fyrir Íslendinga, sigurvegari í B-úrslitum, kominn hér í slaginn í lokakeppninni á hrammi frá Þóreyjarnúpi. Reinhardt á Auði. Í tölti keppt fyrst á hægu tölti, því næst tölti með hraðabreytingum upp á milliferðartölt og að lokum á yfirferðartölti, 2,5 hring á hvora hönd í hverjum þætti töltsins. Þetta gífurlega erfið keppni, bæði fyrir knapa og hesta, ekki síst þegar hitinn 30 stig. Sumir þessara hesta hafa jafnvel keppt áður daginn í öðrum greinum. Vignir og Þyrill sína hraðabreytingar. Höskuldur og Þytur. Reinhardt og Auður fyrir Austurríki. Wolfgang Berg og blettur fyrir Þýskaland. Glæsileg sýning allra knapana á þessari eðaltegund íslenska hestsins. Hér Styrmir og Boði, en þeim félögum var vísað úr keppni í lok mótsins, þar sem önnur hófhlífin sem vigtuð var í lok A-úrslitana var fáeinum grömmum þyngri en leyfilegt eftir að sviti og rykuðu þyngdana. Starting number 8, Stefán Arnarsson with Boði. Spennan var nú orðin gífurleg þegar komið var að yfirferðartöltinu. Spurningin var hvort Íslendingar næðu loks aftur tölthorninu til Íslands eftir að þurfa að horfa á eftir því til annarra þjóða síðustu 5 heimsleika. Líkurnar voru góðar því af 6 keppendum voru 4 Íslendingar sem börðust hornið. Aftur hringvöllurinn orðinn að kappreiðavelli þar sem hraðinn, taktfestan og glæsileikinn ráða úrslitum. Þarna magnast spennan enn, líklegustu sigurvegararnir Wolfgang og Vignir í æsispennandi keppni. Knaparnir hægja nú niður á fett og klararnir kasta mæðinni smá stund og meðan dómarar gefa einkunnir. En síðan snúið við. Æsispennandi keppni í tölti á heimsmeistaramótinu lokið og keppendur og áhorfendur bíða úrslitana með eftirvæntingu. En hvað segir margreindur keppnismaðurinn, Íslands hestaunnandinn og greifinn Jóhannes Høyers þetta mót? This time we have had winners from more nations.
So it was since long time the first time so many Icelandic horses have been in the 12th final. Icelandic horse has been winning the 4-gate. German horses are good in the 5-gate, has been winning 5-gate, and so it's really great. Það langt síðan svo mörg íslensk hross hafa tekið þátt í A-úrslitum í 12. að íslenskir hestar hafa unnið 4-ganginn, þýskir hestar hafa unnið 5-ganginn og þetta frábært. Það Vignir sko. 0,05. Þetta punktur. Samtal 0,3. Og eiginlega þeir eru bara uppskera núna langvinna baráttur sem þeir eru búin að heyja fyrir þessum sætum sínum. Eiga það líka fulllega skilið. Það uppskeri tími. Heimsmeistari í 12. Vignir Siggesson á þyrli frá Vatnsleysu, í öðru sæti Þjóðverinn Wolfgang Berg á bletti frá Aldenburg og í 3. sæti Höskuldur Jónsson á þyti frá Krossum. Þetta mikill gleðidagur hjá Íslendingum, þeir hafa náð meiri árangri hér en nokkru sinni áður. Þetta stærsti dagur í hestaíþróttum fyrr og síðar. Og ég fagnar svo sannarlega með íslenska liðinu og finnst bara uppskera ræktunarinnar að vera komið ljós betur en nokkurn tímann áður. Töltornið komið aftur heim til Íslands eftir 10 ára fjarveru. Her på banen. Det helt utroligt hva det har vært lagt ned av arbeid, og vi kjempefornøyde, og jeg tror folk har hatt det kjempegøy, og vi gleder oss veldig mye til neste gang Norge skal arrangere et nytt verdensmesterskap. Það alveg ótrúlegt hvað vel hefur tekist til og við erum hæstánægð. Fólk hefur skemmt sér vel, við hlökkum mikið til að halda svona aftur hér í Noregi. Ég var líklega ekki í undirbúningsnefnd heimsmeistaramótsins þá. Ég óska þeim góðs gengis sem halda það næst. Þetta virkilega skemmtilegt. Hér ríða unglingar sem hafa tekið þátt í alþjóðastarfi FEIF og eflt þannig samkennd meðal þjóðanna og kynnt íslenska hestinn enn betur. 96 in Seljord and will be in 98 in Iceland. Laura, Freya, Amelie, Camilla, Antje. Þetta alveg tvímælalaust held ég skemmtilegasti frístundaútreiðhesturinn sem að til og eitt sá auðveldasti. Það til dæmis mikið af eldra fólki og börnum sem byrjar á íslenskum hestum vegna þess að þeir eru oft auðveldari, þeir eru skapbetri og ljúfari í umgengni heldur en stóri hesturinn. Og ég held að það sé ekkert síður heldur en gangtegundina sem að heillar fólkið. Síðasta sumar voru 800 meðrar fylgjaðar, þannig að og það mjög mikil aukning og það eina hestakynið í Svíþjóð sem svona mikil aukning í ræktuninni. Þannig að það lítur mjög vel út. Áhorfendur dást að verðlaunagripunum þar sem þeir bíða sigurvegarana. Lokaathöfn mótsins að hefjast. Allir keppendur ríðan á völlinn á þessum frábæra mótstað og sigurvegararnir taka á móti sínum verðlaunum.
Sigurbjörn Barðarsson, heimsmeistari í gæðingaskeiði, tekur hér á móti verðlaununum og ekki í fyrsta sinn á heimsmeistaramóti. Doris Kensbauer tekur þau gulli fyrir sigur í fimikeppni. Magnús Skúlason á Örvari frá Stykkishólmi varð annar í 250 metra skeiði fyrir Svía. Hér Logi Laxdal, heimsmeistari í 250 metra skeiði. Karl í Singsheim, Þýskalandi, heimsmeistari í fimmgangi hampar sigur könnunni. Styrmir Árnason og Boði frá Gerðum, heimsmeistari í fjórgangi. Ylva Hagander, heimsmeistari í slagtómatölti fyrir Noreg. Tölthornið er loksins komin heim til Íslands aftur, heimsmeistarinn í tölti Vignir Siggeirsson, betri árangur en nokkru sinni áður hjá Íslendingum. Sigurbjörn Barðarsson á kordón frá Stóru Ásgeirsá varð einnig heimsmeistari að samanlögðum stigum. Það er komið að mótslokum. Að baki er spennandi og skemmtilegt mót í fögru umhverfi. Þetta mót verður lengi í minnum haft, en þessar þjóðir munu hittast aftur að 2 árum liðnum árið 1999 á heimsmeistaramóti íslenskra hesta í Þýskalandi.